á næstu 10 árum eigi rekstur fyrirtækja eftir að breytast meira heldur en hann hefur gerst senustu 100 ár. Fyrir mér það engin spurning. Við erum að fara inn í tímabil sem verður hort á sem breytingatímabil sem jafnast á við það þegar rafmagnið var fundið upp, að minnstakosti. Á þessum tíma eftir ár, að þá mun ég eiga mitt eigið mállíkan sem verður mitt AI. Það sem ég þjálfaði upp á mínum hlutum og það gætir minna hagsmuna. Það að kynnast einhverju nógu mikið til þess að getur farið að manipulera hann, sem það sem þú varst að leggja til. Já, það búið að vera til í 20 ár, bara frá því að tölvupóstur var til. Við erum nú þegar komin með sérhæfð líkön sem kunna að finna æxli í heila með miklu meiri nákvæmni heldur en hingað til hefur verið hægt að gera. Hvar erum við í öllu þessu samhengi? Við erum bara farþegar. Það er stuttasvari. Við erum farþegar á einhver ferð sem einhver allt aðri stjórna heldur en við. Fyrsta lagi er ég hjartanlega sammála þeim sem segja að á næstu 10 árum eigi rekstur fyrirtækja eftir að breytast meira heldur en hann hefur gerst senustu 100 ár. Fyrir mér það engin spurning. Við erum að fara inn í tímabil sem verður hort á sem breytingatímabil sem jafnast á við það þegar rafmagnið var fundið upp, að minnstakosti. Það er að segja gervigreind og gervigreindar bættur rekstur og breytt eðli starfa munu hafa meiri áhrif heldur en þegar tölvan fundin upp, heldur en þegar interneti kom og heldur en allir aðri hlutir sem hafa komið síðan rafmagn var fundið upp. Þeir sem halda þessu fram ekki einu sinni öfgatilfellin. Þetta svona bara, Barack Obama til dæmis, sem nú kannski ekki tæknigúrú, við þekkjum hann ekki þannig, en við þekkjum hann heldur ekki fyrir gífuryrði og við eigum örglega hvorugur erfitt með að trúa því að hann hafi aðgang að upplýsingum sem ég og þú höfum ekki aðgang að, right? Hann segir að við þurfum að fara tilbaka til rafmagnsins til þess að finna sambærilegar breytingar. Þeir sem eru í öfgakantinum á þessu segja að gervigreind hafi ekki bara tækifæri til þess að ryðja ákveðnum störfum úr rúmi, heldur hún muni fljótt hafa tök á því að ryðja öllum störfum úr rúmi, skilurðu mig. Þannig að það að við séum að tala miklar breytingar sem í vændum, það velkist enginn í vafa að þannig sé málum farið. Það er bara spurningum hversu hratt mun þetta gerast og hversu skynsamlega getum við stjórna því sem mun gerast. Síðan það náttúrulega spurning í dag hugsa allir þegar þeir heyra orðið gervigreind máltækni og máltækni líkön og GPT og þá tækni, en hún bara einn hlutur af gervigreind. Hún vissulega sá hlutur af gervigreind sem núna auðveldast að fjármagna. Það er mesta spennan í kringum, en þessi tækni alls ekki gallalaus og fólk má ekki halda að þetta sé eini staðurins breytingan að verða. Það að verða til á fleiri stöðum og meiri segja GPT og oftrú fólks á þeirri tækni getur verið hættuleg. Það ekki allir sem skilja hvað þetta og hvað þetta ekki og hvað hægt að nota þetta og hvað bara beinlínis heimskulegt að nota þetta. Til að við getum kafa aðeins dýpra onni þetta og eftir, en til að svara spurningunni þinni að í upphafi þegar gervigreind var skilgreind, nú erum við að fara 70 ára aftur í tíman, að þá var það skilgreind í svona 4 megin flokkum. Fyrsti flokkurinn var hæfileiki til þess að vinna með talamál, natural language processing. Annað var machine learning, þar að segja tölvur getur lært. Þriðji var hæfileikin til þess að leysa verkefni, að leysa vandamál. Og því var hvernig þekking eða gögn sett saman og haldið utanum. Og það kaldhæðnislegt til þess að hugsa að þessi 4. partur, gögn og svona merkingabæri gögn eða semantik gögn eða knowledge graph eða hvað þú vilt kalla það, þessi hvernig við höldum utan sameiginlega þekkingu, sameiginlegan sannleik meðal annars,
að það þessi partur sem hefur minnst þróast eða á enn lengst í land með að nýtast inn í gervigreindina. Og af hverju ég að tala þetta? Vegna þess að ég hef talað það þekki allir skítur inn, skítur út þegar kemur að gögnum. Það voru með vond gögn, þá færið ekki rétt að útkoma, aldrei. Í einhverjum skilningi er gervigreind skítamagnari. Af því að í fyrsta skipti, þú veist, ef þú setur kíló skít út, þá farið 10 kíló skít út. Skilur mig, þú veist, hlutföllin að breytast, þú getur gert hluti svo miklu hraðar, þú getur dreigið svo margfalt fleiri rangar ályktanir og þetta tekur á sig endalaus mörg form. Það form sem gerir mann, ég vil segja, þú veist, mest sorgmætan, og ég skal útskýra okkur í nota það orð, að það búið að þjálfa upp alls konar líkön. Nú erum við ekki að tala endilega mállíkön, heldur líkön sem að meta getu kennara, sem var það illa gert, það var til þess að fleiri hundruð bestu kennurum í Bandaríkjunum að hluta þeim var sagt upp og það átti að segja þeim öllum upp, af því að tölvan sagði þau væri lélegi kennarar, þegar í raun voru þetta sko nánast bestu kennarar á hverjum stað, en það sem gerir mann sorgmætan og þú kannski séð mynd af hendi haldandi á svona hitamæli sem þú getur skotið á enni, og það til líkun sem að leipula hvað á myndum. Þau eru honum afskaplega öflug og þurfa að verða það fyrir sjálfkerrandi bíla og alls konar. Á meðan að hendin var hvít, þá var þetta klárlega maður sem ég held á hitamæli, en ef þú tekur nákvæmlega sömu mynd og litar hendina svarta, þá er þetta maður sem heldur á byssu. Og svona bæjasar út allt í líkunum sem í keyrslu, og fyrir mér þetta form af lélegum gögnum sem við erum að færa inn í kerfi sem fá ákvarðanatökuvald í sumum tilfellum, en hafa alltaf hæfileikann til þess að hugsa hraðar en við, og það þetta sem ég að tala með skítamagnunina, að við þurfum að virkilega passa hvernig við notum þessa tækni, og fólk að reyna að fóta sig í þessu breytta umhverfi. En til þess að reyna að komast aftur á spurningunni þá eiga breytingarnar eftir að verða afskaplega miklar. Við skulum vona að við höfum hyggju og skynsemi til þess að gera það vel, en við getum ekki hort fram hjá því að rafmagnið tók endalaust mikið af störfum. Þvottavél útrýmdi starfsstétt þvottakanna, ískápurinn útrýmdi starfsstétt fólk sem var að fara á milli fínni heimilega með ferskan mat, þú veist, 2-3 í viku, af því að matur hreinlega geymdist illa. Skiljum mig, við höfum gengið í gegnum alls konar breytingar, þar að segja ekki við tveir, skiljum mig, en mannkynið, og að minnstakosti stór hluti að finna vestrana heimi. Það þarf ekki að vera marga kynslóðar aftur í tíman til þess að fá þessa mynd, sko? Nei, og það þarf ekki að gera það, en þetta kemur svolítið inn á þetta líka, að William Gibson rithöfundur, hann á setningu sem mér oft mjög hugleikin í þessu sambandi, og hún framtíðin nú þegar hér, henni bara ekki jafn dreift, sem þýðir að, þú veist, sumir miskilja þetta, eins og ég skilja þetta, minnstakosti, þá hann að tala það að í heiminum fólk sem nú þegar að vinna með skammtafræði tölvur, quantum computing. Það í okkar framtíð einhver tíman, en það nú þegar einhver að gera þetta. Í Japan nota fólk 8K sjónvarp. Við gerum það ekki. Einhvers staðar í heiminum ekki komin 5G-tækni. Það, þú veist, hún löngu komin til okkar. Þú veist, við skulum ekki halda að neitt af þessu sé nýtt. OpenAI býr yfir tækni sem þeir vilja ekki sleppa út, vegna þess að þeir vilja fá regluverk í kringum hvernig á að nota slíka tækni. Hún beinlegnis of hættuleg og hægt að misnota, þó hún sé svakalega nytsamleg, og þeir bara segja, við ætlum ekki að gefa þetta út fyrir að það komi regluverk í kringum það hvernig má nota þetta. Þannig að þú veist, út allt tækni sem að fyrir einhverjum ekki ný, en fyrir okkur það nýstalega, hún kann að líta út sem töfrabröð. Já, akkurat, þetta svolítið sem að svona margir hafa átt á að gera, að þetta sko kapphlaup á bátninum, þar sem að þeir sem með að berjast fyrir því að reyna
ná einhverju regluverki hafa líka þann hvata að reyna að koma sínum hugarsmíðum á framfæri til þess að vera fyrstir. David Deutsch hefur einmitt talað það að það sem gervigreindin getur skapað takmarkast bara við eðlisfræðileg lögmál sem náttúrulega gríðalegt, en ekki bara mannlega þekkingu. Mér finnst þetta alltaf svo mögnu tilvitnun út af því að það sem að við vitum eins og þú varst að tala ekkert, það sem að gervigreindin getur komið til með að læra. Og svo náttúrulega líka áhyggjefni að það annað að það sem komst stuttlega inn á að rosalega misskipting á því hver með hvað og gervigreindin getur komið til með að margfalda mismuninn. Já, en tökum þetta aðeins í samhengi. Mér langar reyndar fyrst að segja AI í núverandi formi að við erum ekki komin á þennan stað sem að er kallaður Artificial General Intelligence eða AGI, við erum ekki komin þangað. Sumir halda að módelin sem OpenAI hefur gefið út séu einhvers staðar á því rófi, þau eru það ekki. Ég er ekki þar með satt að segja, ég hef ekki hugmynd hvað OpenAI á heima hjá sér, eða orðað þannig. En þá, þegar þetta gerist, þá erum við komið tengingu við rökhugsun og öðruvís tengingu við gögn, heldur þessi módel búa yfir í dag. Menn telja almennt að þetta komi á svona næstu 5 árum. Síðan þetta þessi superintelligence, þar sem að við ASI. Þá skal ég játa að þá ég farin að hafa áhyggjur. Skilur mig, en vonandi bara tekst okkur vel upp með það. Varðandi þennan hæfileika að ná markaðsforskoti eða halda markaðsforskoti, þá skalt ekki láta þetta í hug að tölvur hafi ekki verið kynntar með nákvæmlega þessum hætti. Fyrirtækin sem eiga tölvur, þau munu ná forskoti. Fyrirtækin sem geta gert alla þessa útreikninga bara á mínútum eða á þeim tíma á klukkutímum í staðin fyrir árum, þau munu ná forskoti. Og það sem við höfum hort á aftur og aftur, og ég held að eigi eftir að spila rull í þessu, ekki verið eitthvað aðalhlutverk, er að tækni á meðan hún er ný og hún er dýr, þá hún er miðlæg, en leið og hún verður ódýrari, þá er hún decentralized, þá er hún hjá hverjum að einum. Við sáum stórtölvur sem voru aðgengilegar bara einhverjum útvöldum, svo var til heimilistölva, skilum við höfum séð þennan pendul sveiflast miklu oftar en einu sinni. Og ég held að á þessum tíma eftir ár að þá mun ég eiga mitt eigið mállíkan sem verður mitt AI, það sem ég þjálfaði upp á mínum hlutum og það gætir minna hagsmuna. Í hvaða formi er þetta? Er þetta í einhverju skýi? Er þetta einhver kubbur sem þú ert með? Er þetta chip í hendina? Já, frábær spurning. Nei, já, gott þú spyrð hennar. Það eru komin mállíkön núna sem að eins og Llama 3 litla mállíkanir þeirra. Það er 8 GB stærð, þarf kannski 16 GB til að keyra það, þarf að hafa örgjörfa sem að styður þetta eins og M3 eða M2 frá Apple og að þessi líkun keyra á vélinu minni í dag bara vel, þau hafa takmarka, þau hafa annmarka. Þetta módel sem ég er að tala er svona OpenAI GPT aðeins minni en 3.5. Það er miklu minna, það er miklu hraðvirkara, það kostar miklu minna að keyra það, kannski 1/20 til 1/100 af því sem það kostaði að keyra GPT 3.5, og þessi módel þau eiga bara eftir að batna, af því að á meðan sumir tala bara hvernig mállíkunni eiga eftir að stækka, að þá held ég að við höfum stærðarhagkvæmnin, hún á eftir að minnka svakalega mikið, en við höfum eftir að ná að gera miklu meira með minni líkun, og þó að þetta líkan kunni ekki að segja mér hvað Dickens myndi finnast hugleik, skilur mig, að þá er það orðin feikin og gott til að eiga í samskiptum fyrir mína hönd og þekkja allt sem ég hef þjálfaða á, vegna þess að svona lítil módel, ég get þjálfað þau sjálfur. Það tekur mig ekki marga daga bara á leikjavélinni sem að strákurinn minn á,
þú veist, með dúndur GPU 4090 Nvidia að bæta við þekkingu í svona módel og þá þarf ég ekki að keyra það í skýrinu, þá það mitt og ef þú hugsar þetta ekki bara út frá persónulegu samhengi heldur hugsar út frá rekstrarlegu samhengi þá ég að segja það styttist í það að fyrirtæki munu vilja eiga sitt eigið líkan þar sem þeirra upplýsingar eru allar í konteksti þar sem þau þurfi ekki að vera að senda frá sér trúnaðar upplýsingar eitthvert til þess að vinna úr þeim með þessum hætti og þetta munstur, eina sem ég fyrir mér í þessu að svona hefur öll ný tækni hegða sér alltaf og ég held að þetta verði ekki það verði ekki breyting á þessu munstri mundu samt, ég ekki að segja að fyrirtæki eins og OpenAI verði ekki alltaf á undan með stærra módel, með meiri getu. Ég bara að segja það styttist í það að getan í þessum módelum verður nóg til þess að þetta verður skynsamlegasta hagnýtingin fyrir fyrirtæki og fyrir einstaklinga. Og þá svo margt eftir að breytast. Þegar ég hugsa GPT, þá hugsa ég þetta aðalega sem notenda viðmót. Fólk verður að skilja að í grunninn GPT probabilistic text generation, líkinda útreiknaður orðaröð, ekki reasoning, ekki nein röksemdafærsla, engin. Það reynda búið að setja utan á OpenAI 7 eða 8 módel sem fylgjast með því að það sé ekki að bulla út í eitt, skilur mig. Og þú mátt heldur ekki skilja mig þannig að ég haldi að 4 módelið, það fáránlega gott og það hljómar eins og röksemdafærsla að því það eru líklegasta samsetning orða byggt á svona frame of mind eða ákveðnu uppafstöðu sem að hljómar eins og að það sé röksemdafærsla á bakvið en það það bara ekki og mér finnst það áhugaverð heimspekileg spurning ef það hljómar eins og röksemdafærsla og þú trúir henni, skiptir það máli hvort það í alveg röksemdafærsla eða ekki? Sko, ég eitt sem sem að mér dettur í hug núna þegar þú segir einmitt með heimspekilega spurningar. Það var eitt sem hefur verið mikið áhyggjefni allt frá því að Trump var kosinn 2016. Þá hefur verið ótrúlega mikið fjallað það að við erum að sanka okkur upplýsingum á mismunandi vegu. Við erum ekki með þessa línulegu dagskrá þar sem okkar veröld svolítið svona í svona strömlínulegu að því svona, okkur Íslendingum finnst svona það bila sama. Nú erum við að sanka okkur upplýsingum á allt annan máta og rauninni erum við bara með okkar sikkvaran veruleika. Það sem að mismunandi skoðanir eru bara mismunandi raunveruleikar. Þá veldi ég fyrir mér núna þegar við erum að fara að detta inn í veröld þar sem að við erum með mismunandi spálíkön fyrir okkur sjálf. Erum við þá ekki bara að fara að sanka ennþá dýpra onni í þessa veröld þar sem við erum með sikkvaran veruleikan þar sem ég búin að þjálfa mitt líkan í það svona þóknast mínu raunveruleika einhverjum manneskja sem allt öðrum sem pólitískum skoðunum heldur en ég að fara að koma sínu líkan í átt að einhverju allt öðrum veruleika og þetta mun koma til með að leiða til ennþá meiri svona, hvað ég var að segja óbilgirni gagnvart mismunandi skoðunum. Þú heldur áfram að koma inn og svo endalaust margar hluti ég ætla að reyna að afpakka þessu líka varðandi fréttaflutning þá erum við báðir nógu gamlir til þess að muna að þegar við horfum á fréttir þá vorum við nokkuð vissum að það var verið að segja okkur frá því hvað hafði gerst og við þurftum að móta okkur skoðunum hvað okkur fyndist það. Núna þegar við horfum á fréttir þá þurfum við að byrja að móta okkur skoðun á því hvort þetta gerðist og það bara svona fáránleg grundvallarbreyting sem að bæði fjölmiðlar hafa gengið í gegnum aðalega vegna þess að þessi svona democratization á plattformi þú þarft ekki lengur að vera ábyrgðafullur stórfjölmiðill með heilbrigða ritstjórnarstefnu til að ná í gegn það nóg fyrir því að búa til YouTube rás Verður með hlaðvarp og finna búa til þínar eigin kenningar og stemmingu í kringum og þá allt í hennu komið bara fullt af fólki sem trúir á þig þú veist þetta er klárlega einn partur af þessu
þegar ég hugsa GPT og ég byrjaði aðeins á þess áðan, þá sé ég GPT fyrir mér sem tveir hlutir sem að gjörbreytast. Það